The Boy Must Die. Ég ætla að fara yfir 2 hluti í þessu þætti. Seinni hluturinn, það svolítið svona barnaleg hegðun sem við erum með. Þetta aðskilu strákum frá mönnum. Bila rosalega stóra partí þessu sem ég að fara að segja núna. En án við byrja þáttinn, þá ætla ég að byrja að skýra á sem sagt rank up. Ja, það basically þýðir að þá tekið svona barnaleg hegðun sem getur skipt út fyrir svona karlmannslega hegðun. Og ef þátturinn byrjar á eldur í æðum, þá meira svona bara tala og tjá mig og það getur svona go off the rails ykkur málefni. Og ég ætla að fara yfir 2 svona rank. Fyrsta að bara eiga það skilið og seinna sjálfsskipun. Skipun að setja sjálfan sig í stöðu eða verk og það alveg krúsal dæmi. Þegar við náum tökum á þessu 2 hlutum sem ég að fara að ræða, og nummer 1, þá sem sagt, ykkur mun ganga betur í lífinu, þið munu ná meiri árangur og þetta er basically fyrsti lykilparturinn til þess að fá velgengni inn í lífið ykkar. Og nummer 2, ná því, þá mun fólk miklu meira vilja fylgja ykkur, eins og svona alfa og aðal, þá mun almennt líða miklu betur í kringum ykkur og þau munu fá töluvert meiri virðingu og tækifæri. Og þá förum við fyrsta að eiga það skilið. Að líða eins og eiga ekki eitthvað skilið, það basically stoppar okkur fyrir að ganga vel en ná lengra. Þannig ég spyr ykkur, hvað þýðir að eiga það skilið? Hvað þýðir orðið skilið? Og hvað fylgir í? Áttu þetta skilið, þú fékkst það sem þú áttu skilið. Gerir eitthvað flott, stendur vel og fólk segir, þú átt þetta sko sannarlega skilið. Eða jafnvel að þú gerir eitthvað að þér og þér líður eins og þú átt að skilið eitthvað slæma hluti eða eitthvað svoleiðis. Þetta skilið, eiga það skilið. Það fylgir rosalega mikið svona ómeðvitun stigma á bakvið þetta. Sérstaklega kemur á okkur sjálfum að segja að við eigum eitthvað skilið eða líða eins og við eigum eitthvað skilið. Ef við annað fólk að ég á þetta skilið. Ef við sjálfum að segja já þetta bara skilið og líða með það. Þetta er svona pínu eins og að sé sjálfsælska eða svona entitlement. Mér finnst þetta mjög áhugavert konsept. Að þegar fólk tekur rosalega mikið ákvarðanir, action og hvað þau gera í lífinu. Þetta er svona ákveð filter fyrir þau. Ef við finnum fyrir þessa tilfinningu eins og við eigum ekki að skilið, þá oft munum við ómeðvitað að skemma fyrir sjálfum okkar. Og það er til þess mjög algengt með fólk sem vinnur í lottói. Það vinnur rosalega mikið pening og stóru upphæð, en að því það líður eins og á það ekki skilið, og ómeðvitað þá reyna að losa sig við hana pening. Þau annarkvæmt gefa peningin eða bara eyða honum í spilakössum eða bara eyða honum eins og við veit ekki hvað. Og rosa áhugavert og við gerum þetta ómeðvitað og til dæmis ég verið að ferðast á okkur löndum og svo ætla ég að gefa tips og ég gefi kannski rosa gott tips og fólki bara vil það ekki, það bara neitar að fá tipsi, það bara ítur í burtu og það bakkar af því það finnst það kannski of mikið, þeim líða eins og þeir ekki skilja, þau reyna að íta það frá sér. Og þetta gerist rosa ómeðvitað þessi tilfinning. Það ekki meðvitað hana, þá mun svolítið stjórn á lífuna. Þú ert að taka ákvarðanir hvort að þú mátt fá eitthvað gott eða ekki. Og stundum þessi tilfinning bara til staða bara að því bara. Eða að skeiði eitthvað í æsku og eitthvað svoleiðis. Þannig ég spyrði, líður þér eins og þú átt skilið að vera maðurinn sem þú vilt vera? Líður þér eins og þú átt skilið að ná velgengni? Líður þér eins og þú átt skilið góða hluti sem basically þýðir ef þessi tilfinning að koma upp að þið líður eins og áttu þetta ekki skilið þá nánast ómögulegt að ná einhverjum árangri. Byrja að vera rosalega meðvitaðar þegar þessi tilfinning kemur upp. Þegar hún kemur upp þá þarf hann líka að byrja að segja við sjálf að ég á þetta skilið. Þetta er til dæmis mjög algengt líka í samböndum. Maður líður eins og hann sé ekki að standa sig eða orðin manneskjan eða maður sem hann vil og sem í samband og þá líður þeim eins og það ekki skilið stelpuna af því þeir hafa ekki þess að trúa sjálfum sér eða finnst þeir ekki verið komnir í þessu stöðu eða komnir á einhvern stað til þess að vera í sambandi eða stelpan rosa góð og þeir rosa hrifnir og þá ómeð þetta fara að skemma fyrir sjálfum sér. Númer 1 að byrja að fylgjast með þessi tilfinning kemur upp og spyrja sjálfa þetta byggða á staðreyndum eða sannleika af því að oft kemur þessi tilfinning bara að því bara og þá þarf maður að fara að endurforrita sjálfa sig og til þess að endurforrita sjálfa sig það þarf að byrja að segja við sjálfa ég á þetta skilið og stundum þarf maður að finna eitthvað sönnun eða eitthvað í lífinu og það getur verið bara minnsta bara ég góð vinur eða ég mjög góður að taka til eitthvað svona mjög litlu hlutir ef þú finnur ekki neitt. Þú þarf að byrja að breyta þessu neikvæðum hugsunum eða trú að þetta er bara trú, þú trúir því þú átt að ekki skilið. Það er jafn mikið sannleikur því og trú að átt eitthvað skilið. Við eigum allt skilið og við eigum skilið allt gott.
það er bara eitthvað annað sem komið þessu hausin á okkur þegar við vorum yngri einhvers staðar í lífinu að við eigum ekki eitthvað skilið. Og ef þú ert að finna fyrir að þú átt ekki eitthvað skilið af því þú ert ekki að standa einhvers staðar, þá þarf það að fara bara og reyna að standa í þessu hlutum. Ef þú finnst þér ekki eiga skilið að vera í eitthvað samband með eitthvað stelpu sem þú ert hrifin af, þá þarf það að fara að finna út, hvernig get ég fundið út þannig að með líðun sem ég á þetta skilið. Númer 1 er bara að byrja að segja ég á þetta skilið, það hjálpar. Og svo byrja bara að gera hlutina, af því að þú þarft að gera hlutina. Það er að kennst ekkert hjá því. Og til dæmis ég legg mikið upp úr því að vera vinu vina minna, þannig ég hef fyrir í að leggja áherslu og gera hluti fyrir vini mína. Og það er bara því að þegar ég var yngri, það átti ég enga vini og það er ekki mjög vænt að eiga góða vini. Þannig að recap, byrja að líða eins og þú átti hluti skilið. Stundum þarf maður bara að byrja að ljúga sjálfum sér og segja það nógu oft við sig og þá fyrir maður að trúa því. Og þegar þú gera það ekki, þá nær ekki árangur og það er mjög algengt þegar fólk byrja að ná árangur í lífinu, það líður eins og það er ekki skilið þó að það sé gott fólk og þá skemmir það fyrir sjálfum sér. Svo núna fyrir við í rank nummer 2. Það gerir við meira svona alfa og aðal og fólk vil fylgja þér og líða betur í kringu þig og sama með þetta er rosa áhugavert hvað fólk svona stjórnast eftir þessu. Það nota þetta sem svona filter eða radar til þess að taka ákvarðanir í lífinu eða gera hluti eða hvort það er mega að gera hluti í lífinu. Og flesti menn við gerum þetta ómeðvitað, bara okkur er aldrei verið kennta eða lærta eða við lærum að allt of seint og oft þarf eitthvað að gerast eða við þurfum að lenda í ykkur erfiðu aðstæðum og eitthvað svoleiðis. En núna ég er að kenna þetta og tala þetta, þannig að ef þau eru tvítur þá getur gert þetta að ykkar karlmannslega hegðun núna í dag. Og eins og ég sagði, fólk tekur ákvarðanir út frá þessu og það stjórnast að þessu. Það sem gerist er að allir í kringu þig, meira svo þú og ég, erum alltaf að bíða, ég var þetta ekki lengur, erum alltaf að bíða eftir að fá samþykki frá öðrum í að mega gera hluti sem við viljum gera. Ég ætla að segja þetta aftur. Barnalegi menn eru alltaf að horfa í kringu sig og leitast eftir samþykki eða leyfi til þess að fá að gera hluti eða gera þessu vilja. Og mjög áhugavert þegar þú byrjar að sjá þetta og taka eftir þessu. Og þetta er basically sjálfsskipun eða setja sjálfan sig í stöðu eða gefa sjálfum sér leyfi. Og þannig ég spyrir þig, hvar er þú að bíða eftir að fá leyfi eða sækjum leyfi eða aðtók hvort þú fær leyfi? Er það mamma og pappi? Er það kannski vinahópurinn? Er það kannski vinnufélaginn? Eða bara eitthvað random lið? Eða eitthvað bara ókunnu manneskja? Við erum alltaf aðtóka hvort við fáum leyfi til þess að gera hluti. Núna ertu að vera meðvitaður að þessu, þannig að þú getur gripið inn í sjálfskipaði verka eða stöður. Til dæmis, hefur þú einhvern veginn lent í því að vilja gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt eða þið langar að gera eitthvað eða kaupa þér eitthvað, bara þið langar í eitthvað, einhverju upplifun eða eitthvað svoleiðis, en hættir við að gera hana ekki að þú ert með áhyggjurefni eða hræddur eða vilt ekki særa einhver aðra mannesku. Þú er smeykur að öðrum myndir líða illa út af þinni ákvörðun af því þið langar að gera eitthvað skemmtilegt eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki forseti bara að vera eitthvað maður að gera ekki neitt og einhver bara fólki í kringum og bara herru, núna verður þú forseti, þú ert að vera forseti, þú þarft að gera þetta og þetta og hann bara, já, ok, ég skal gera, já. Það er aldrei neitt svoleiðis. Hann sem sagt sjálf skipaði sig fyrir mörgum árum og ákvaði að setja sig í þessu stöðu og hann var ekkert að biðja leyfi eða að fá viðurkenningu eða svoleiðis frá öðrum. Að setja sjálfan sig í verk eða stöðu eða hlutverk án þess að leitast eftir leyfi eða samþykkis eða tilnefningar frá öðrum. Og þetta snýst þitt eigi frumkvæði í að fara í hlutina eða gera hlutina. Tökum nokkur dæmi hvernig þetta lítur út. Sem að kaupa þér eitthvað eða þegar langar að fara á einhvern stað og þú segir vinninum geða spenntur og tilbúin að fara á einhver tónleika eða þú langar að kaupa þér einhvern síma eitthvað og hann svona, nei, mér finnst þetta ekki cool eða mér finnst þetta ekki góð sími eða ákveð alltaf að kaupa þennan síma eða ég hef ekki ákveð að fara á þessa tónleika, ákveð að fara þessa tónleika, þetta er lélegir tónleikar eða eitthvað svoleiðis. Þannig er þú ómeð þetta að svona sækjast eftir leyfi eða samþykki til þess að mega fara á tónleikana, til þess að leyfa sjálfur að fara á tónleikana. Annað dæmi, ef þú ert að vinna eitthvað staðar, til dæmis ef þú ert að vinna eitthvað, ef það þarf að gera eitthvað, hvort sem er að þrífa, taka til, klára eitthvað pantanir eða hvaða vinnu sem þú ert í. Fólk til með að bara bíða eftir að yfirmaður segi hvað þau gera eða bíða eftir að fá leyfi til þess að gera eða spurja leyfi. Stundum þarf maður bara að fara beint í verkið, hvort sem maður eitthvað búin að biðja eða þarf þessi ekki. Að það er að þú ert að setja sjálfan þig í verkið eða setja sjálfan þig í stöðu.
til þess að gera hlutina. Ok, nú er komið annað dæmi og mjög áhugavert. Þetta að flytja, hjálpa vinur mínum að flytja og hann ekki á svæðinu og það eru 5 manns að fara að hjálpa að flytja. Það gerist mjög oft og mjög algengt að það koma allir saman en að því að gæinn sem að flytja ekki á svæðinu þá veit enginn hvað að gera og það vil enginn taka neina ábyrgð, það vil enginn segja til verka, allir bara standa hana og bíða eftir einhver annar, skilurðu, gerir hlutina, einhver annar segja til. Þannig að bíða eftir samþykki eða bíða eftir einhver annar setja í stöðu eða segja hvað það gera. En það sem myndi gera, en þetta er 2 þátta sverð, að fólk getur gert þetta og fólk líkar ekki við þegar fólk gerir þetta, finnst það off. Það sem þú vilt byrja að gera er að þú byrja að segja hvað verk þú ætlar að gera og þú velur erfiðasta eða leiðasta verkið eða verkið sem enginn vil gera. Það sýnir svona alpha og leadership að þú ert að taka erfiðastu hlutina og það sem fólk vil ekki. Og svo byrður hitt fólki herru, vilt þú ekki gera þetta, vilt þú ekki gera þetta, vilt þú ekki gera þetta. Þá þú búin að setja í stöðu í hlutverk og svo ert að dreifa hlutverkunum. Og fólk finnst þetta rosalega þægilegt að það er verra að standa og taka ekki neina ákvörðun og allir horfa okkur annan heldur en stígu fram og gerir þetta. En segjum svo eins og sumi gera sem ekki gott að gera að því að alltaf þú setur í stöðu, vilt alltaf velja erfiðasta og veist, það sem fólk vil ekki gera. Tökum sama dæmi. Byrjar að segja allum hinum hvað það að gera. Þannig að þú segir þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta og þú setur ekki nein verk á því eða velur léttasta verkið. Þá missur virðingu. Þá heldur fólk bara að þú ert að segja fólki hvað það að gera og með svona skipa og velja léttustu verkin fyrir því að þú ert latur en nennir ekki eftir að komast undan vinnunni. Það viljum við ekki. Við viljum alltaf taka erfiðasta, flóknasta og svo láta litlu og léttu verkefnin á hina. Að því sem karlmaður þá þinni ábyrgð og þú vilt vera með þessa ábyrgð að gera erfiðastu hlutina eða flóknustu eða þyngstu eða þess að fólk vil ekki. Að þú fær töluvert mikla virðingu og fólk mun fylgja töluvert þegar þú byrjar að gera þetta. Það allir að leitast eftir að fá samþykki eða leyfi frá öðrum að gera hluti. Og í annað dæmi sem maður eru að fara í bíó og þá þarf að kaupa miða á netinu. Þá segir þú bara, ég skal bara kaupa miðana. Punktur. Ekki fara fram og tilbaka hver á að kaupa og eitthvað svoleiðis. Þú vilt bara taka verki að þér. Og þú byrjar að öðlast þennan eiginleika. Fyrst pínu erfitt, þú ert að fara út fyrir þægindarhringinn. En þú byrjar bara í litlu verkefnunum og byrja eitthvað svona lítið og eitthvað svoleiðis. Og þetta rosa aðlaðandi gagnvart stelpum og konum. Þú heyrir ofta að það segja ofta að vilja mann sem veit hvað hann vil. Þetta til dæmis eitt af því. Að vita að það geta farið í stöður og gert hlutina. Segjum svo að þú ert í sambandi og þeir eru að reyna að finna eitthvað og fara út að borða eða eitthvað svoleiðis. Og hún rosa óákveðin. Ekki þá vera að bíða eftir að hún tekur ákvörðun, hún er búin að velja hvað hún vil. Að hún mjög óákveðin og munur sennilega vera það. Þá segir þú bara, ok, förum inn á þennan stað. Þú ert ekki að bíða eftir að hún tekur ákvörðun. Þú bara setur sjálfa í þær stöður sem tekur ákvörðunir hvert þið fara að borða. Og svo stækkar þetta, svo verður þetta miklu stærra og svo ert komin lengra í lífinu þá ert að fara að gera miklu stærri hluti. Þetta er bara svona þess að byrja á. Þetta er basically bara svona leadership. En við gerum það ekki af því að okkur aldrei verið kennt það. Til dæmis, ef þú ert í hóp með 5 strákum og þeir eru að fara eitthvað, þá er alltaf eitthvað einn sem tekur alltaf ákvörðun og segir hinu vil alltaf fylgja. Það er bara þannig og þú getur nýtt þetta til þess að vera meira svona alfa. Og kosturum við þetta að fólk mun fylgja fólk mun líða betur, fólk mun fíla öruggari og það finnst þægilegar að fylgja heldur en að vera leiðtogi eða vera svona líder. En þá fyrir við í smá recap. Númer 1, ekki bíða eftir að fólk situr í hlutverk eða segja til eða hvað átt að gera. Ef fólk segir hvað átt að gera, þá bara gerur það. Ég er ekki að segja ekki gera eins og fólk er að segja að gera. Ég er að segja freka fara í verkin áður en fólk þarf að segja að gera. Taka að þér þessu stöðu. Ekki bíða eftir að fá leyfi eða samþykki að þú þarf mátt gera eitthvað. Og ef langar að gera eitthvað, þá gerur það. Númer 2, basically búin að segja þetta. Byrjaðu að setja í stöðu eða hlutverk án formlega leyfis eða samþykkis eða tilneyingar. Þá vil ég enda þáttina og þarf að byrja að segja við sjálfa þig að þú átt skilið að setja þig í hlutverk eða stöðu þannig að þú getur verið leiðtogi. Takk fyrir að hlusta, sjáumst næst.